Eftir, lofu. Heilagi Faðir, við þökkum þér fyrir þennan dag. Heilagi Faðir, við komum fram fyrir hásætið þitt, Drottinn. Faðir minn og Guð, við beinum sjónum okkar að þér, ekki aðstæðan sem við erum að koma inn úr, heldur við beinum sjónum okkar að þér, skapari himins og jarðar, friðarprins. Sá sem gefur von, sá sem gefur lækningu, sá sem gefur lausn, bara þú, Drottinn. Swallowed up in defeat. Can't count up how many raging seas open in front of me. How many victories? Can't count up how many prophecies no one would dare believe. Now it's reality. Can't count up how many broken men given a second chance. See all the lifted heads. Can't count up how many Thomases not into promises standing out here coming. Can't count up
Amen. Fílíkt band hérna. Þessi snillingar ætla að vera með tónleika 13. september. Hérna, klukkan 8 eða ekki. Og þetta eru svona styrktar tónleikar. Það kostar ekki inn en við ætlum að blessa þau fjárhagslega. Það er dýrt að þau eru að fara til Makedóníu eða ekki. Og eru að fara að leiða þar lofgjörð á hérna ráðstöfunum sem það er. Amen, getum við fengið smá undirspil. Það er svo gott. En í kvöld þá ætlum við að njóta þess að taka á móti sem Guð fyrir okkur. Og hann hefur svo sannarlega mikið fyrir okkur. Og við í lok samkomuna þá ætlum við að vera með skýrn. Sjáu hérna fínu laugina hérna sem hérna oftast í salnum. Og það, við vorum að biðja þann inn í hérna fyrir samkomunni þá upplifðum mjög sterkt að hérna allavega að það séu fleiri sem vilja taka skýrn. En það er oft þannig, ég man það þannig mig líka, að fannst ekki kannski að vera verðugur að taka skýrn. En það er náttúrulega bara kjaftaði og lygi sem kemur úr pittinum. Guð elskar að fá að taka á móti okkur í gegnum skýrn í vatni. Og ég hvet ykkur til að gera það. Og ef þú ert hér í kvöld, þá er nóg til að klæðna þér til þess að lána þér. Og takt hún skrefið í kvöld. Ég held að 5-6 manns allavega sem ætla að gera það. Og ef þú ert hér í kvöld og svona hjartað er að slá, þá hveti ég til að tala við okkur, Ásdís, Haldón og þeir sem eru í þjónustu hér, eða mig, þá eru þið velkomin að gera það. Svo ætla ég að minna ykkur líka á Friðarbíói sem er á 5. hérna í veginum og kvikmynd sem að verður sýnd alveg frábært framtak hjá honum Magg okkar sem sér vídeói hérna. Guð blessi hann og hans þjónustu, við heiðrum hann fyrir það sem hann er að gera og hveti ykkur til að koma. Svo náttúrulega bænastund hér á morgun milli 6 og 7 og síðan byrja kirkjan hérna vegurinn með sínar samkomur klukkan 12 á sunnudaginn næsta, vetrartíminn byrjaður. En snúum okkar af kvöldin í kvöld og einn hluta því sem við ætlum að gera þar að biðja. Ef við gerum rísa öll og fætur. Það besta sem til er, bænin er andardráttur trúarinnar og það er svo gott bara að loka augunum, taka móti því sem Guð hefur fyrir okkur, lyfta til hans hlutunum sem við ráðum ekki við. Það stendur í orðinu og þá mun friður Guð sem er æður í öllum skilningi að varðveita hjarta þitt og hugsanir í Kristi Jesú. Og þetta gerum við í trú á þess að efast. Við gerum það að við trúum því að Guð taki við bæn okkar og hann fer með okkur í gegnum það sem við erum að fara í gegnum. Hvort sem það er kvíði eða ótti, hræðsla, vanmáttakennd, sjálfsvígshugsanir, alkóhól eða fíkniefni, Guð er enginn hlutur megn. Hann er búinn að sýna það í mínu lífi og hann er búinn að sýna það í lífi ótal margra hérna inni. Hann er enginn. Það er enginn maður til sem er vonlaus. Enginn. Guð getur snert við öllum. Svo drottum við bara byrjum á því að þakka fyrir að þú ert hér í kvöld. Takk fyrir nærveru þína, takk fyrir kærleika þinn, takk fyrir elsku þína, drottinn minn. Takk fyrir að þú ert hér. Alltaf tilbúin til að mæta okkur ein og sér hverju drottinn. Við verðum fyrst og fremst núna að viljum við leggja allar þessar fjölskyldur sem eru að þjást núna drottinn í sorg og ótta drottinn eftir hræðilega atburði síðustu vikur og mánuði drottinn minn og ég biðji það minn að þú komir drottinn inn í þessar kringumstæður. Gefur huggun þar sem huggun þarf drottinn, gefur frið þar sem ófriður er drottinn minn í Jesú nafni. Ég biðji líka drottinn fyrir okkur öllum sem eigum lifandi trú á þig að við förum að standa í lappirnar og tala út þitt orð drottinn. Vera góð ilmur þinn hvers sem við förum og hvar sem við erum drottinn, í vinnunum, í skólanum, sama hver, í ræktinni, að við getum alltaf drottinn. Endurspegla þig drottinn með líf okkar, með gjörðum okkar og með orðum okkar drottinn minn í Jesú nafni. Við erum lyft öllum bænarefnum sem eru hér inn í salnum í dag drottinn upp til þín. Þú þekkir hvern einasta mann, þú þekkir okkur betur heldur við þekkjum okkur sjálf. Og ég bið þig bara drottinn að þú komir með lausn, þú komir með lækningu, þú kemur með vona sem vonleys er, þú kemur með ljósa sem að myrkur er drottinn, þú kemur með líf þar sem dauði er drottinn minn. Og ég þakka fyrir andi sem að tala til okkur kvöld, takk fyrir drottinn að þú smyrði varan svo tungu að tala út þitt orð, takk fyrir það sem þú lagt á hjartans, fyrir okkur hér í kvöld drottinn. Megum vera vakandi, gegnum lofgjörðan drottinn, að þú fyllir okkur þínum heila anda, gefur okkur þú skilningin til að fá skilninga orðiðinu í drottinn minn, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum að hafa einhvern kvölda sem er bara beði. Var ég til í það? Það er svo geggjað. En við ætlum að taka samskott, ég vil láta föturnar ganga.
Ég klúðraði þess alveg í gærkvöldi, maður ég átti að taka samskot og gerði það ekki. Og Hálfdán sendi mér reikning. Nei. Þannig þið verður bara að vera duglegir í kvöld í staði. Og en það voða gaman að sjá það. Við vorum að taka til föturna og sá voru peningar í fötunum. Þannig að það fólk sem hefur sett í fötuna fyrir það, þó að ég hef ekki farið fram á það. En það gott að gefa inn í Guðsríkið og blessa kirkjuna og blessa það sem hún að gera og látum fötuna ganga pósinu aftar fyrir þá sem vilja. Amen. Við höldum áfram að lofa Guð og síðan ætla Andrés að tala til okkar og síðan fáum við heyri Hálfdáni. Amen. Jesus hér hjá mér stöðu sér hvert orð frá þér lofar þitt til mín stöðugur knettur ekkert fær hvíla minn Guð þú aldrei breytst aldrei myndi breytast ég trúi þér þú alfa og omega þú stendur við loforð þín þú ert hér máttugur ertu trúi því leiðin er breið vegna því ég hleyp gegnum opið haf beint til þín ávallt trúfastur ertu Á krossinum þar blóð þitt rann og fyrir sár þín heil ég er sér hvert loforð uppfyllti trúi því ég trúi því að sigurinn hann unninn er og sami kraftur býr í mér ég eignast líf í þér á ný trúi þér allir heljar færi sigurinn því kirkja Krists hún lifir ég lifi til að segja frá
Heilagi Faðir, við fáum bara að lofa því í dag. Heilagi Faðir, við fáum að lyfta nafni þínu hátt. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir blóðið sem rann á krossinum þannig að við getum verið heil í dag. Ég þakka þér fyrir að sigurinn hann unnin er. Ég þakka þér, Drottinn, að sigurinn hann unnin er og sami kraftur sem sigraði, hann lifir inn á með okkur, Drottinn. Og ég þakka þér, Drottinn, að við eigum nýtt líf í þér. Faðir minn, og við lyftum nafni þínu hátt. Við lyftum nafni þínu hátt í kvöld, Drottinn. Það er enginn eins og þú. Það er enginn sem að læknar eins og þú, Drottinn. Það er enginn sem leysir eins og þú, Drottinn. Það er ekkert annað nafn sem er ofar öllu, Drottinn. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu. Syngjum það saman. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu er. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu. Syngur himins höf, sem skapaði lofsöngin okkar, Drottinn. Heyrðu lofsöngin, helgur, hyllum konungin. Helgur, þú valdir helgur, helgur eilífð. Heyrðu lofsöngin. Heyrðu lofsöngin,
lofsöngi, helgur, hillum konungi, helgur, þú aldir helgur, helgur eilíf. Þú aldir helgur, helgur eilíf, engin annar. Þú aldir helgur, helgur eilíf. Þú aldir Konungur konunga, heilagur og háttur pafinn, allur himinninn syngur og tilbyr nafnið, allur himinninn tilbyr þig drottinn, og við syngjum með honum drottinn, heilagur, 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 heilagur. Takk drottinn.
still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled, and you're still high and lifted up, you're still seated on the throne, the cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled, you're still high and lifted up, you're still seated on the throne. Oh, praise to the name above all names, Jesus, you reign. You're the name above all names. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Age to age we will say there is no higher name. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will say, oh praise to the name above all names. Jesus, you're the name above all names. You're the name above all names. You're the name above all name above it all. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Let the Spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Let the Spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth.
inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá Jasper hrópum Jesús, Jesús ættum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þitt nafn er kraftur og þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert sól. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Mig langar að dvelja aðeins lengur hérna. Það er fólk hérna sem þarf að losna. Það er fólk sem þarf að vona hann. Það er fólk sem þarf að losna undan keðju fíknarinnar, undan keðju ótta, undan kvíða. Það er ekkert annað nafn en nafnið Jesús sem leysir það. Það er ekkert annað nafn sem að leysir kvíðann. Það er ekkert annað nafn sem brýtur okið sem ert að berast með. Það er ekkert annað nafn sem gerir þig frjálsan eða frjálsa. Það er ekkert annað nafn. Þannig að mig langar að við dveljum hérna, af því það er einhver að fela sig í salnum sem að þorir ekki. Þú losnar ekki nema að taka fyrsta skrefið. Hann er að bíða eftir þér. Hann er að bíða eftir þér. Þú segir ok, ég gefst upp, hér er ég. Þannig að mig langar að sérhver hér inni rísa á fætur. Ef það er einhver hér sem að þarf að losna og þorir ekki, komdu þá fram og lofa Guð. Komdu hérna fram. Farið burtu frá þægindramanum af því að við losnum ekki í þægindramanum okkar. Heilaði Faðir, ég þakka þér Drottinn minn og Guð. Ég þakka þér Drottinn minn og Guð. Það er ekkert annað nafn. Það er ekkert annað nafn sem að leysir okkur Drottinn. Það er ekkert annað nafn sem að læknar okkur Drottinn.
sem að byrðar ber og þunga, segjum Jesú. Syngjum þetta aftur. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús yfir þar sem óttinn lamar allt. Því hverðan sem að byrðar ber og þunga, við segjum Jesús. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Einu sinni, sér hver upp. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Halleluja, amen. Halleluja. Það Jesús sem að brýtur hlekkina. Það Jesús sem gerir okkur frjáls. Það hann sem okkar von. Ég biðum að vera opinn fyrir því sem að Guð vill gera í þínu lífi í dag. Guð vill brjóta hlekki hér í dag. Guð vill setja fangan lausan hér í dag. Hann vill vera þín von hér í dag. Þannig að verum opinn fyrir því sem að Guð hefur til okkar í dag. Amen. Anders, please share the word with us. Thank you for being here. You have been a really blessing for us. It has been a privilege to have you. Hallelujah. We give honum gott klapp. It's an honor to be here in this church and meet all these amazing people. Það heiður að fá að vera hér í þessari kirkju og fá að hitta ykkur öll. And I have so much great memories from this place. Og ég hef svo Great memories. góðar minningar frá þessum stað. So I'm so blessed. Og ég blessaður. I have eaten a lot of sheep. Ég borðað mikið af lambi. You have lots of them here. Það hefur nóg af því hér. I'm very blessed. Ég mjög blessaður. I should take one with me. Ég ætti að taka eitt með mér. They are amazing. Þau eru svo góð. So tasty. Svo bragðgóð. And it's been great to meet all people has been here long time, but also the new one. Það mjög gaman að hitta fólki sem búið að vera lengi og líka ykkur sem eru hérna ný. So God is up to something here. Guð, hann að gera eitthvað hérna á þessum stað. And he is also up to something in your life. Og hann líka að fara að gera eitthvað í þínu lífi. He wants to do a game changer. Hann vill breyta lífinu þínu. He wants to change your life. Breyta lífinu þínu. Forever. Eilíf. You know, the game changer is some kind of event that happened that totally changed the picture. Það sem það breyti leiknum, það eitthvað sem breytir þessast myndinni sem við höfum. For many years ago, I wasn't a Christian. Fyrir mörgum árum þá var ég ekki kristinn. I was, you know, I lived a regular life in Sweden. Ég bara lifði svona venjulegu lífi í Svíþjóð. And I like to go to the parties. Og ég líka að fara í partíin. And with one occasion I was in a pub. Og eitt skipti þá var ég á pubnum. And I didn't know Christ, of course. Og ég þekkti ekki Krist. And I drank too much. Og ég drakk of mikið. And they cast me out. Og þeir köstuðu mér út. And my friends, they didn't care about me. Og vinum minnum þeir var alveg saman. And I was freezing. Og mér var kalt. And it was super cold. Og það var mjög kalt, super kalt. And I didn't know what to do. Og ég vissi ekkert hvað þetta að gera. So I go to a Pentecostal church. Þannig að ég fór inn í Hvítasunnu kirkju.
It was the only thing that was open at that time. Það var það eina sem var opið á þessum tíma. Because I need some warmth. Af því að ég þurfti á hlýju að halda. And I stepped into the church for the first time ever in my life. Og þetta var fyrsta sinn sem ég fór inn í kirkju í allt mitt líf. I was totally drunk. Ég var algjörlega, fullur. But when I stepped into that foyer En þegar ég gekk inn í andirið and into the church, og inn í kirkjuna, I met something I never met before. þá mætti mér eitthvað sem hefur aldrei mætt mér áður. I met something in the air. Ég mætti einhverju í andrúmsloftinu. It was some kind of atmosphere. Það var andrúmsloft. It was hard to point what it was. Það var erfitt að setja fingur á hvað það var. I was sitting at the back Ég satt aftast and I started to sing. og ég byrjaði að syngja. And to sing about a person. Og syngja einhvern einstakling. And to start to pray. Og byrjaði að biðja. And to start to pray to a person. Og byrjaði að biðja til einhverja einstaklings. And to start to talk Og hann byrjaði að tala. about a person. Hann byrjaði að tala einhvern einstakling. And that person is Jesus. Og sá einstaklingur Jesú. For the first time I heard about him before, but at that time I feel him. Þetta var svona eiginlega fyrsta sinn sem ég heyrði hann og ekki bara það heldur fann fyrir honum. He was all over the place. Hann var út allt. And that became the most game-changing event in all my life. Og þetta var svona sem að breytti leiknum fyrir mér. I met him. Ég mætti honum. I met you, but you know, when you met Jesus, Veit þið, þegar þið mætti Jesú, it's not just a religion you met þá var það ekki bara trúrækni sem or a þið lot of hittið, rules. einhverja reglur. You met a person. Þið hittið einstakling. It's a relation. Það samfélag, samband. But I didn't invite him at that time En ég bauð honum ekki inn í mitt líf á þeim tíma. because there was no altar call. Af því að það var ekkert kalla fram til frelsis. Every church need to have an altar call. Come on, somebody. Allar kirkjur þurfa að bjóða fólki fram We til have to give frelsis. people the chance. Við þurfum að gefa fólki tækifæri. So I just went on my life. Þannig að ég hélt bara lífið minn áfram. And but after some month, Og eftir nokkra mánuði, I feel his presence again. þá upplifði ég nærveru hans aftur. Suddenly, I just feel it. Allt í hennu fann ég fyrir því. There were no church around me. Það var engin kirkja í kringum mig. I was out and walking from my school. Ég bara var út að ganga á leiðin í I skólann. was 19 years old at that time. 19 ára gamall. And at that time, I feel he's here. Og þarna fann ég, hann hér. And he started to knock on my heart's door. Hann byrjaði að banka á dyrnar á hjarta mínu. And I feel he wanted to come in. Og ég fann að hann vildi koma inn. And for the first time, Og í fyrsta skipti, I start to pray to Jesus. þá byrjaði ég að biðja til Jesú. I start to talk to him. Ég byrjaði að tala til hans. And that became a totally revolution for me. Og það var algjör opinberun fyrir mig. I opened up my gates in my heart Ég opnaði hliðið inn í hjarta mitt and invite him. og bauð honum inn. And that was the biggest game changer in my whole Og life. það var algjörlegur svona að breytti leiknum í mínu lífi. I became totally changed You're- from the head to the bottom. Ég var algjörlega breyttur frá höfði til táar. I was, one of those radical Christians. Have you met them? Ég var svona róttakur kristinn. Totally radical Christian. Algjörlega róttakur kristinn einstakling. Because I met something I never met before. Af því að ég hitti einhvern sem ég aldrei And hitt it á. totally changed my life Og það breytti lífi mínu. and my direction. Og svona stefnu minni. And I started to love him. Og ég byrjaði að elska hann. Because he changed my life. Af því að hann breytti lífi mínu. He gave me a new life, Þá gaf hann mér nýtt líf. a new direction, Nýja a stefnu. new purpose. Nýja tilgang. And he wants to do that with you also. Hann vil líka gera það með þitt líf. He loves you so much. Hann elskar þig svo mikið. He's there knocking. The only thing you have to do is say, hey, come in. Og þegar hann bankar á hjartað þitt, þá er það eina sem þú þarft að gera að segja, já, komdu inn. Change my life. Breyttu lífi mínu. Do whatever you want. Gerðu það sem að þú vilt. So God wants to do a game changer tonight. Þannig að Guð, hann vil breyta leiknum Is fyrir there þig. someone í kvöld. here who needs a change? Einhver hér inni sem þarf á breytingu að Something halda? has to change in your Að life. eitthvað þarf að breytast í Something þínu has to lífi. change when it comes to your dreams. Eitthvað þarf að breytast þegar Is kemur að there- draumum something þínu. has to change in your family. Eitthvað þarf að breytast í fjölskylduðinni. The best person to do that is Jesus Christ. Besti einstaklingurinn til að He koma can change breytingar your er Jesú future. Kristur. Hann getur He breytt can fyrir change þig í your dag. purpose. Hann getur breytt framtíðinni. He can change Hann getur your breytt tilganginni. history. Hann getur breytt söguðinni. He loves you. Hann elskar
elskar þig And he has all power og hann almáttugur in the whole world. í öllum heiminum And he can do anything. og hann getur gert hvað sem You just have to open up. Þú þarf bara að opna fyrir honum. And we read in the Bible Og við ætlum að lesa úr Biblíunni about a man mann who also met Jesus. og hann mætti Jesú. Probably for the first time. He probably Sen- maybe have heard about him, but he met him personally. Hann hefði sennilega heyrt hann en hann hitti hann persónulega. You know, God wants to meet you personally. Veistu að Guð, hann þráir að mæta þér persónulega. He wants to come into your life. Hann vil koma inn í þitt líf. He wants to whisper a word in you Hann vil hvísla orð til þín and show how much he loves you, og sýna þér hversu mikið hann how elskar much þig. he cares for you, Hversu mikið hann þykir vænt þig. how much he forgive you, Hversu mikið hann fyrirgefur þér. and that you can start all over again with him. Og að þú getur byrjað upp á nýtt með He honum. loves you so much. Hann elskar þig svo mikið. The past is past. Look at the future. Hið liðina það liðið, horfðu fram til framtíðar. So this guy, he was blind. Og þessi maður, hann var blindur. No, he was lame, actually. Nei, hann var lamaður. I think we go to the scripture and read what's going on here. Hann var lamaður. Skulum hafa þetta rétt. Sometime later, Jesus went to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed. One who was there has been an invalid for 38 years. He needed a change. 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in his condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" What a question from Jesus. Þvílík spurning. Do you really want to get well? Or Viltu vera heill? do you want to stay in your Eða condition? viltu halda áfram að vera í ástandinu sem þú ert í? It's a very interesting thing he says. "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool. When the water is stirred," he totally get out of track. "While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Hey, listen, I'm the universe God. I'm talking to you now. Forget about the pool. Look at me right now. I want to do something in your life. I want to change something in your life." He said, "Get up, pick up your mat and walk." And then everything changed. This was the game changer. At once the man was cured, and he picked up his mat and walked. The day on which this took place was on the Sabbath. Þetta sem sagt í Jóhannesar Guðspjalli, 5. kafla. Og það segir, þessu næst var ein að hátum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem laug sem kallast á hebrísku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamara. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við mannin, "Viltu verða heill?" Hinn sjúki svaraði honum, "Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og meðan ég á leiðinni fer annar ofan í á undan mér." Jesús segir við hann, "Stattu upp, tak rekkju þína og gakk." Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur. Yeah. And this sheep gate, Og þetta hlið, it was a place where all the sheep get in, actually. þetta hlið var það sem allir sjúku, And they clean the sheep in the pool. the sheep. Sheeps. Já. Þeir geymdu sauðina við þetta hlið. Já, sauðir. Geymdu sauðina þannig að þarna hreinsuðu þeir sauðina. And they take them in and they clean them. Og tóku þau inn og hreinsuðu þá. And do you want to go into a pool where the sheep has just been cleaned? Hvað margir sem vilja fara inn í laug sem búið að þvo kindunum í? It was dirty. Þetta var skítugt. It was smelling. Þetta var illa lyktandi. It was, it wasn't a place you feel the perfume. Þetta var ekki staðunni sem þú fannst svona
ilmvatnslyktina. It was crazy. It was messy. Þetta var skítugt. It's very interesting that Jesus was led into that place. Og það sérstakt að Jesús kom á þennan stað. Probably the most dirty place in Jerusalem. Sennilega skítugasti staðurinn í Jerúsalem. And he stayed there. Og hann var þar. You know, Jesus wants to go into the most dirty places where he can just step in. Vitið að Jesús hann tilbúin til að fara á skítustu staði sem til eru. Because he wants to do a change. Af því að hann vil koma með breytingu. He wants to change something. Hann vil breyta einhverju. It doesn't matter how much dirt it is around him. Það skiptir ekki máli hvaða mikill skítur í He kringum don't care about that. Það skiptir hann ekki The máli. only thing he cares about is the man in the pool. Það eina sem hann skiptir að máli maðurinn við laugina. Because he has a purpose. Af því að hann hefur tilgang. He wants to help people. Hann vil hjálpa fólki. He wants to change people. Hann vil breyta fólki. I've been to a place where it was extremely dirty. Ég hef komið á stað þar sem það var virkilega I skítugt. was called to a place, the woman has a lot of problem. Ég var kallað á stað þar sem að kona var sem hafði Me and my mjög mikið coworker af vandamálum. Was called to her and Yeah. we took the Bible with us. Og ég og vinnum með fórum og tókum biblíuna með okkur. And we stepped into the house to have a Bible study. Og við fórum inn í þetta hús til að vera með Because you see biblíulestur. that woman with a lot of problem, she really want to meet Jesus. Og því að þessi kona sem var með þessi vandamál, hún vildi hitta Jesú. And when we step in directly, I feel this is a dangerous place. Og leið og við stigum inn, þá fann ég þetta hættulegu staður. Because I see not only one cat, Ekki bara ég sá einn kött, it was 20 cats in the house. það voru 20 kettir í húsinu. It was a totally cat farm. Þetta var svona It kattabú. was hair everywhere. Það voru hár út allt. And there were two really angry terrier also, dogs, Og það voru 2 reiðir hundar, terrierhundar, that attacked me all the time. sem voru alltaf að ráðast á mig. I feel this is a dangerous place. Og ég fann að þetta hættulegu staður. And I'm also a cat allergic man. Og ég sem með ofnæmi fyrir köttum. And I really feel, will I actually survive this? Og mun ég bara lifa þetta af. But when we sit down, En þegar við settumst niður, and the woman was there, og konan var þarna, and my coworker was behind me, og vinnur minn hafa með mér, we open the Bible. við opnuðum biblíuna. And we feel Jesus is here also. Og við fundum að Jesús hér. And Jesus just met that woman Og Jesús hann mætti þessari konu and started to do amazing work in her life. og byrjaði að gera undursamlegt verk í hennar lífi. You know, Jesus wants to step into the dirt Vitið, Jesús hann vill stíga inn í skítinn and clean it up. og hreinsa hann upp. He wants to step in places where there is totally disorder Hann vill stíga inn í það sem algjör óreiða and start to make some order. og koma öll í röð og reglu. He wants to make order in your economy. Hann vill koma með reglu í fjárhagðin, He wants to make order in your relations. hann vill koma með reglu í samböndin, He wants to make order in all the mess, í alla óreiðuna vill hann koma með in reglu. all the chaotic places. Í alla staðina sem allt á hvolfi. You know, the first miracle God is doing in the Genesis, in the first book of the Bible, Í upphæðu biblíunar í fyrstu Mósebók, you know, you see that it was a chaotic place, the earth. það var svona óregla á jörðinni. But the spirits start to move on the earth. En andinn byrjaði að svífa yfir jörðinni And he said, be light. og hann sagði verði ljós And something start to change. og eitthvað byrjaði að breytast. And God start to put in order into chaotic place. Og Guð byrjaði að koma með reglu á óreglulegan stað. God is the same. Guð sá sami. Yesterday, today, and tomorrow. Í gær og í dag og á morgun. And he want to do some order in your life. Og hann vill koma með reglu inn í þitt líf. He want to change. Hann vill koma með breytingu. You see, this guy, Þessi maður, he had wrong focus. hann hafði rangan fókus. He only looked at all the other guys. Hann horfði bara á alla hina mennina. So he nearly missed the opportunity Þannig að hann misti af næstu því af tækifærinu to see God's purpose for his life, að sjá Guðs tilgang með líf hans. to be healed, Að verða læknaður. to be free. Að verða frjáls. You know, sometimes we look at all the other guys Stundum horfum við á alla hina and we forget our own purpose. og við gleymum okkar eigin tilgang. We look at Instagram and see the lovely life of all the other guys. Við horfum á Instagram og sjáum hvað allir hinn eru með frábært líf. And we look at our own miserable Og life. svo horfum við okkar eigið auma líf. And we just think, I'm out of order. Og við hugsum, nei, ég er bara
Það virkar ekkert hjá mér. Man, you know, God wants to step into your life. Veit ég, Guð, hann vil stíga inn í lífið. Because I know that all people have disorder in their lives. Því ég veit að hafa allir einhverja óreiðu í sínu lífi. We just don't show them. Við bara sýnum það ekki. We have them all around us. Við höfum þetta allt í kringum okkur. There's only one who can make order in your life, En það bara eitt sem getur komið með Who can röð og change reglum í your lífið. life. Sem getur breytt who can lífið. make it healthy, Sem getur gert það heilbrigt. who can make it flourish. Sem getur látið það blómstra. And his name is Jesus. Og hann heitir Jésu. Hallelujah. Halleluja. And he started to do something with that guy. He tried to change his focus. That's point number one. Og fyrsti punkturinn að hann reynir að breyta fókusnum hjá manninum. And make him stop look at all the other guys around him. Og reynir að fá hann að hætta til að horfa á alla hina sem í kringum sig. And look at me. Og horfa á mig. I want to change you. Horfa á mig, ég vil breyta þér. The best thing you can do in the morning is to start to look at Jesus. Það besta sem við getum gert á mótnana að horfa á Jésu. Not at all the problems. Ekki horfa á vandamálin. In the middle of the day, the best thing you can do is look at him again. Og besta sem við gerum miðjardag að horfa aftur á hann. And in the night, before you go to sleep, look at him one more time. Og kvöldin árum við fyrir að sofa, Hallelujah. horfum á hann einu sinni enn. Because he wants to change you. Af því að hann vil breyta He þér. wants to change your circumstances. Hann vil breyta He wants to kringumstæðunum. change your future. Hann vil breyta framtíðinni. He wants to change everything in your world. Hann vil breyta öllu í þínum This heimi. man has been stuck in for 38 years. Þessi But maður- God did a miracle. Þessi maður var búinn að vera fastur þarna í 38 ár, en Guð vildi gera kraftaverk. It doesn't matter what you are stuck in. Það skiptir ekki máli í hverju við erum föst. God can change it. Guð getur breytt því. And he's here for you. Og hann hér fyrir þig. So stop looking at all the people who pass you. Þannig að ekki horfa á allt fólki sem að fer fram hjá þér. It's just going to make you tired. Það gerir þig bara þreyttan. I was running a competition. It's called half marathon. Ég var að hlaupa í hálfu marathoni And it go very well. og það bara gekk mjög vel. And I think I can do it again. Og ég hugsa að ég get gert þetta aftur. No, it's 20, I think it's 21 kilometers. Það er 21 kilometr. And I started to really, I was very fit at that time. Ég var mjög svona í góðu formi á þeim tíma And I feel I'm going to do it very well. og ég hélt með So I hélt buy að ég a myndi gera það mjög ticket. vel. And I get a ticket from, I saw a guy who wanted to sell a ticket, and I just buy it from another friend who have a ticket. Og You know, það var that einhver way. sem að var að selja miða í marathoni og ég keypti þennan miða sem að kom frá öðrum vini þessa manns. and I stepped into his identity. I became him. Og ég steig svona inn í I hans don't auðkynni, explain that. ég Not eiginlega varð no hann. more. And when I step into the competition, because the competition has a lot of levels, so if you are very bad, you are level 15. Og það eru You're mörg back, svona- you start in the back, and you það know, eru the mörg- good guys start from number 1. Sorry. Það er svona mörg level í þessu hlaupi. Ef þú ert ekki góður hlaupari þá byrjar þú aftast og því betri sem þú ert, því framar færistu í röðina. So when I step into the competition and I look around, I see something is missing here. Something is not good here, because all the guys I saw around me look super fit. Og þegar ég kom í hlaupið á minn stað þá byrjaði að horfa í kringum mig og mér fannst eitthvað ekki verið rétt. Því En að allir í kringum mig voru bara svona super góðu formi. And they have super expensive watches. Og voru með alveg ekstra dýr úr, They have a lot of stuff around them. alls konar svona hluti á sér. And I look at my trousers. Og ég leita á buxurnar mínar I feel I don't fit in here. og ég fann bara ég á ekki heima hér. But I had to run the race because I paid for it. En ég varð að hlaupa hlaupið því ég borgaði fyrir And það. they have placed me because the guy I buy the ticket of, I didn't know that he was a professional elite athlete. Og ég vissi ekki að sá sem ég hefði keypt miðan af, hann var svona, And I tried to be Personal. like him. hann var pró í að hlaupa. Og ég var Yeah. að reyna að vera eins og hann. I was in the level number 1, Ég var í in level the 1, front. fremst. And it was very nice that people took picture of me. Og mjög gaman að vita því að fólk var að taka myndir af mér. But not when I come to the finish line. En þegar ég kom á endamarki þá var enginn að taka myndir. So they start, the shot go and everybody ran. Og hlaupið var skotið á stað og allir byrjaði að hlaupa. And I only saw their backs. Og ég sá bara á bakið á þeim. And I just get totally frustrated. Og ég var svo pirraður. And I look at all the guys around me, I was embarrassed actually. Og ég fór að horfa á allir kringum og ég bara skammaðist mín. Because the next gang, 100 of people was coming very Af fast því að svo kom næsti hópur á eftir in my back. Og And they hann kom also just passed me. og það kom hratt á eftir mér og tók fram úr mér.
And I just feel something is wrong here. Og ég I hugsaði, hope my mom and dad don't see me now. Það eitthvað rangt við þetta, ég vona að mamma og pappi sjáum mig ekki núna. And you know, level after level, line after line passed me. Og endalaust hópur eftir hóp And I got tóku fram úr totally mér depressed. og ég var bara þunglindur. And it was the best and the worst run I ever did. Og þannig að þetta var besta og versta hlaup sem ég hlaup. Because all my energy go to look at all the other guys. Öll mín orka fór ég að horfa á hitt fólkið. And I start to be jealous at them, and I compete with them. Byrjaði að öfunda og ég That I byrjaði nearly að vera í forget keppni my við own þá. race. I was totally exhausted. Og ég var algjörlega bara búinn á því. Don't try to be and run some other race. Come on, somebody. Ekki reyna að hlaupa hlaup einhvers annars. Don't look at other guys. Ekki horfa á þá sem eru í kringum. Don't look that it looks like they pass you, Það eins og þau segja að fara fram úr þér. but actually you have your own race. En veistu, þú hefur þitt hlaup They að have hlaupa. their race. Þeir hafa sitt hlaup að hlaupa. And they maybe succeed in their race, but you're going to succeed in your race. Come on, somebody. Þeim kannski gengur vel í sínu, en við viljum að þér gangi vel í þínu hlaupi. So this guy in the pool, he just look at all the other who passed him. Og þessi sem við laugina, hann horfði á alla hina sem fóru fram úr honum. So his whole world was thinking about all the other guys. Þannig að allur hans heimur snerist alla hina. And he minimized himself. Og hann gerði lítið úr sjálfum sér. Don't do that. Ekki gera það. Look at Jesus. Horfðu á Jesú. He has a purpose for you. Hann hefur tilgang He has fyrir a þig. way for you. Hann með leið fyrir You want to þig. do something significant. Hann vil gera eitthvað stórkostlegt í He þínu want to lífi. take you to the next level. Hann vil taka þau upp á næsta stig. He want you just to step up again. Hann vil að þú stígir út aftur. In Hebrew 12, 1-3, Hebreabréfið 12, 1-3. do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering on you, it means we'd better get on with it, strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. The accelerating finish in with God, he could put up with anything along the way, cross, shame, whatever. And now he's there in the place of honor, right alongside God. When you find yourself flanging in your faith, go over the story again, item by item, that long litany of hostility he plowed through, that will shot adrenaline into your soul. I like this last one. Í Hebreabréfið 12, 1-3 segir fyrst við erum umkringt slítkum fjölda votta, léttum þó af okkur allir byrði og viðlöðandi synd og þreytum þolgóð það skeið sem við framundan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og mat smán einskis af því að hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. So just continue to look at him. Haldið áfram að horfa á hann. It's going to change your perspective. Það mun breyta sýn ykkar. The other thing this man started to do, he started to get a new dream. Annað sem að þessi maður byrjaði að gera að hann fekk nýjan draum. You know, the guy has a dream to go into the pool. Þessi maður, hann hafði draum það að komast í laugina. But God want to get him a new dream to meet God. En Jesús gaf hann nýjan draum. The pool was not the answer. Laugin, hún var ekki svarið. God was the answer. Guð var svarið. So he started to take him into to that perspective. Þannig að hann byrjaði að breyta sýn hans. You know, God wants you to get a new perspective. Guð vill að þú fái nýja sýn. He wants to give you a dream. Nýjan draum. It's all start with a dream. Það byrjar allt með draum. Everything starts with your imagination. Það byrjar allt með ímyndun okkar. And God wants to give you godly imaginations. Og Guð vill gefa okkur guðlega ímyndun. He wants to give you a picture of the future. Hann vill gefa þér mynd af framtíðinni. And what God is giving to that man, he said, do you want to be healed? What he's saying is,
I have a purpose for you. I have a calling for you into the future. Do you want to look into the future I have for you? Og hann gaf honum þessa mynd og breytti sína hans og gaf honum þessa mynd í hugan að vera frjáls. Og hann segir, viltu fá þessa framtíð? And something started to stir up in him. Og það byrjaði eitthvað að hrærast innra með honum. God wants to give you a picture for your future. Guð vil gefa þér mynd fyrir þína framtíð. So you can see how the puzzle will be put in. Þannig að þú sjáir. It's impossible to lay a puzzle. Is somebody here do a puzzle? Hafið þið gert púsluspil? Do you know what it is? Yeah, good. Veit ég hvað púsluspil er? I love it. 1,000 pieces. 1000 púsl. It's take a week. Það tekur viku. But you need some kind of picture En við þurfum einhverja mynd to make sense. til að vita hvað við erum að gera. God will give you dreams. He wants to give you a picture of your future. Guð vil gefa þér mynd af framtíð. So your life gets sense. Svona að líf þitt hafi svona. It doesn't matter Make if sense. you are young or old. God has, as long as you are breathing, Skiptir ekki máli hvort þú ert gamall eða ungur, bara á meðan þú dregur andan. God has a purpose for your Og life. Guð með tilgang fyrir líf þitt. God has something good for Þá you. hefur Guð eitthvað gott fyrir þig. He watch over you and he wants to give you a snapshot of your future. Hann horfir á þig og hann vil gefa þér svona mynd af framtíðinni. So you know what direction you should Þannig að go. þú vitir í hvaða átt þú átt að fara. Don't go to the pool where everybody else is, and, including the sheep. Ekki fara að laugina þar sem allir aðrir eru og þar með talið kindunar. Go the way Jesus is direct for you. Farðu þá leið sem að Jesús vil beina þér. It can look a little bit different, Hún getur litið öðruvísi út, but there is an adventure with him. en það ævintýri með honum. And you will see amazing things you've never seen before. Come on, Og þú munt somebody. sjá undursamlega hluti sem þú aldrei séð God áður. will give you a dream. You know, the most important speech, human speech, is from a pastor called Martin Luther King. Ein mikilvægasta ræða sem hefur verið flutt af mönnum eftir Martin Luther King. And he said, I have a dream. Og það sem hann segir, ég á með draum. And it started to stir up something. Og hann byrjar að hræra í einhverju. You know, firstly, Martin Luther, when he talked that speak, Fyrst þegar Martin Luther talaði þessa ræðu, he was reading the script. þá var hann að lesa handritið. And then a woman called Mahalia Jackson, a singer, Þá var það kona sem heit Mahalia Jackson, she sem gets söngkona. extreme bored over his speak. She gets bored over his speak. Henni leiddist svo ræðan. And she said, come on, Martin, speak from your heart. Og hún sagði, come on Martin, talaðu út frá hjartaðinu. Speak from your heart. Talaðu út frá hjartaðinu. And immediately Martin Luther started to speak from his heart, Og þá byrjaði hann að tala út frá hjarta sínu. from his soul. Út frá And sálu it sínu. wasn't on the script. Og það var ekki á blaði. And he started to say, I have a dream. Og hann byrjaði að segja, já, mér draum. What is your dream? Hver þinn draumur? God will give you a dream today. Guð vill gefa þér draum í dag. God will give you some direction. Guð vill gefa þér leiðsögn. God will give you a purpose. Guð vill gefa þér tilgang. God will give you a reason, Það vill gefa þér a meaning, meiningu. something that you wake up with, Eitthvað sem þú vaknar með. and give you discipline Og gefa þér aga. and direction for your life. Hallelujah. Og leiðsögn í lífið þitt. God is expert of promoting you. Guð, hann sérfræðingur í að gefa þér svona stöðuhækkun. And he is expert to give you dreams and vision. Og hann sérfræðingur í að gefa þér drauma og sýnir. A holy imagination. Heilaga sýn. Hallelujah. I want to heal you. What a wonderful thing that God is saying to the lame man, I want to change your life. I want to give you a new vision. Þetta svo yndislegt sem að segja við hann að lama mann, ég vil gefa þér nýtt líf, nýja hugsjón. You're not an offer anymore. You are a champion. Þú ert ekki lamaður lengur, heldur ertu sigurvegari. So God gave him a vision. Og Guð gefur honum sýn. God, there's in the Bible, Proverbs say, where there is no vision, the people perish. But that keep the law happy is he. Where there is no vision, the people perish. God wants you to give you a vision. Það segir í orðskunum 29:18, þar sem að engar vitranir eru, tínir fólk áttum. And the En last sá sem one, varði til lögmálið sæll. Jesus will give you totally freedom. Það síðasti punkturinn að Jesús vill gefa þér algjört frelsi. You know, the lame man, he was very limited to the math. Vitið að þessi lamaði maður, hann var algjörlega takmarkaður við dýnuna sín. He couldn't move so much. Hann gat ekki hreyft sig svo mikið. He had no view. Hann hafði svona yfirsýn. He was just sitting there with his math.
Hann gat ekki hreyft sig og hann bara sat á dýnunni sinni. And when he met Jesus, En þegar hann mætti Jesú, everything changed. þá breyttist allt. And he felt that he was not tied up Og hann with fann stuff. að hann var ekki bundinn með einhverjum hlutum. He wasn't limited in his physical body anymore. Hann var ekki takmarkaður í sínum líkama ennþá. You know, you and me can be tied up in our soul. Vitið, við getum verið svona bundin í sál okkar. We can be tied up. We can be, bound. We have boundaries in our soul. Við getum verið bundin niður í sál okkar. God wants you to make you totally free. En Guð vill gera okkur algjörlega frjáls. He can do it with your addiction. Hann getur gert það við fíknina þína. He can do it with a lot of things that have come into our soul. Hann getur gert það við alla hluti sem But hafa my komið inn Bible í sál says, okkar. so if the Son set you free, Og segir í Jónasar Guðspjalli, ef sonurinn frelsar yður, you will be free indeed. þá munu þeir sannarlega verða frjálsir. No, the Lord is the Spirit, Og drottin andinn, and where the Spirit of the Lord is, og það sem að andi drottins there is þar freedom. frelsi. Turn to your neighbor and say, you are free. Snúðu þér aðeins sem að sitja við hliðina og segðu þú ert frjáls. And say to the other person, you also are free. Og segðu þá við hinn, þú ert líka frjáls. Because the Son set you free. Af því að sonurinn setur þig frjálsan. He set you free from envy. He set you free from anger. Han He setur set þig- you free from things that really had touched you Hann setur and þig torture frjálsan you. fyrir alls konar hlutum, reiði, öfund. He wants to set you totally free Hann in vil your setja soul. algjörlega frjálsan. So you can go wherever God wants you to go. Þannig að þú getur farið á þann stað sem að Guð vill senda þig. And be whatever He wants you to be. Og vera svo sem hann vill að þú sért. And connect with the people He wants you to connect with. Og tengjast við það fólk sem að hann vill að þú tengist. God will take away all the fears in you Guð vill taka allan ótta frá þér. and take you out in the totally freedom. Og taka þig inn í algjört frelsi. God is freedom. Guð frelsi. It's not new religious boundaries. It's a freedom Það ekki einhverjar trúræknisbindingar, nei, það frelsi. that we love Him Að við elskum hann, and we follow Him að við fylgjum honum. in totally freedom. Og Hallelujah. algjört frelsi. That's the gospel. Amen. That's the true Það word fagnaðarerindið. that God wants to give you Að Guð and sem- release you today. Að Jesús Like the frelsa lame þig í man, dag. God can do it Hann with vill you leysa also. þig í dag, það sem hann And gerði you fyrir maybe feel lamaðan lame manninn, in your getur hann soul, gert you fyrir þig. feel lame in your dreams and whatever it is, but God will set you free today. Og ef þú ert eins og þú sett lömuð eða lamaður í draumum þínum, þá vill Guð setja þig frjáls And set you on a move, og koma þér að stað a movement, og einhverja hreyfingu a momentum, og svona meðbyr, a revolution. opinberun. God is here to release something new in your life. Guð hér til þess að leysa eitthvað nýtt út í þínu lífi. How many here want to see a change? Hvað eru margir hér sem að þrá breytingu? Change in your spirit, Breytingu í andaðinu, change in your dreams, breytingu í draumum change þínum, in when it comes to breakthroughs. breytingu þegar það kemur að Hallelujah. getnabrotum. God would do something significant in this place Guð today. vill gera eitthvað Can I stórkostlegt get some hér í pianists dag. here? And we're going to just pray for you right now, where you are sitting. Ég vil bara biðja fyrir þér I think í we have a dag þar sem þú baptism situr. very soon here, so we're not going to take so much time. But I just want to have somebody who sit on the piano here and start to play, and we start to go into intercession. I want to pray for Ég vil you fá að biðja fyrir ykkur í dag. that you're going to get free, Að þú munum vera settur frjáls. that you're going to get a new vision, Að þú fá nýja sýn. that God going to help you to get the right focus. Guð vill hjálpa þér að fá réttan fókus. Don't look at other people. Að við séum ekki að horfa á annað fólk. Look at Jesus. Að við höldur horfa á Jesú. Look at Him. Horfa á hann. If you look at people around you, you'll be discouraged. Ef við horfum á fólk sem í kringum okkur, þá verðum við bara, And when you look at yourself, you get frustrated. þá verðum Come við on, fyrir somebody. vonbrigðum. But if you look at Jesus, En ef við horfum á Jesú, anything can happen. þá getur allt gerst. Hallelujah. Halleluja. If you just want to see something new happen in your life, just raise up where Og ef you're þú vilt sjá eitthvað standing, nýtt sitting ske í right now. þínu Just lífi, stand up. þá skaltu You who want bara to see standa. something new happen in your life, Ef þú just vilt sjá stand eitthvað up nýtt right now. ske í þínu In the lífi, name þá of skaltu standa Jesus. upp. God wants to break free in your soul. He wants to do something significant Guð vill in gera your eitthvað nýtt body. í He wants to sálinni, set í you free líkamanum. in your Hann vill setja spirit. þig frjáls He í wants to set andanum. you free in your purpose right now. Hann vill setja þér frjálsan með And just tilgangi. lift your hand. Og lift upp höndum.
Holy Spirit, Heilagur andi, thank you that you do a miracle in my wonderful friend's life right now. þakka fyrir að þú gerir kraftaverk Thank you í that þessu you're lífi going to þessa give them the fólks í right dag. focus Gefðu þeim réttan fókus on you á þig and nothing else. og ekkert annað. Hallelujah. Halleluja. Thank you for new dreams. Þakka fyrir nýja drauma. Let's help us to start to move in the right direction. Hjálpa okkur að færa okkur í rétta átt. New dreams, Nýja new drauma, vision nýja sýn into our heart, í hjarta okkar, into our spirit í anda okkar that totally give us energy sem gef okkur kraft to take new steps til að taka ný skref with Jesus. með Jesú. And you're going to set us free Og þú munt setja okkur frjáls from everything that is bounding us frá öllu því sem bindur okkur and put us in a totally freedom. og setja okkur í algjört frelsi. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Just give him a shout where you're standing right Bara now. gefið honum hróp And og thank sem him standið that núna. he Hrópið til all the hans. glory Gefið is honum for alla you. tíð. And the best is yet to come into your life. You do something tremendous in your life in Jesus' name. Amen and amen. Let us praise Jesus where you are standing right now. Skulum lofa Welcome. Jesú það sem stendur Hallelujah. núna. Halleluja. Halleluja. Og ef það einhver hér sem ekki þekkir Jesú, ef það einhver hér sem ekki þekkir þennan Jesú, sem vil mæta þér þar sem þú ert, þar sem vil koma með lækningu inn í lífi, Jesú sem vil koma með frelsi í lífi, Jesú sem vil leysa þig og gefa þér nýtt líf, þá hann hér í dag. Hann hér í dag og hann þráir að mæta þér. Hann þráir að mæta þér þar sem að þú ert. Hann þráir að koma með lækningun í þitt líf. Hann þráir að koma með lausnin í þitt líf, frelsin í þitt líf. Vitið að við getum verið eins og þessi maður sem að lá á dýnunni andlega lömuð, af því við þekkjum ekki hann. Af því við þekkjum ekki hann. Og eina leiðin til þess að við fáum lækningu, andlega séð, að við getum risið upp, að taka á móti honum. Það eina leiðin. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og sá sem kemur til hans eignast lífið. Það þegar við opnum hjarta okkar fyrir honum sem við eignumst hið sanna líf. Og ég vil gefa þér tækifæri í kvöld til þess að opna hjarta þitt fyrir honum. Gefa þér tækifæri í kvöld til að segja já við hann. Segja já við hann. Jesús, komdu inn í líf mitt. Jesús, vertu minn frelsari, vertu minn leiðtogi. Og ef þú ert tilbúin til þess að gefa honum lífið í kvöld, taka þetta skref að fylgja honum, gera hann að frelsara þínu, trúa á hann, þá byrjum að lyfta upp hendi í kvöld. Lyfta upp hendinni eða þú vilt taka þetta skref, að trúa á Jesú Krist, gera hann að frelsara þínu, fylgja honum. Halleluja, 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 amen, amen. Ég sé hendur ykkar, amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Það fólk hérna inni sem vil taka þetta skref, þetta trúarskref, að taka trú á hann, hleypa honum inn í líf sitt. Og við skulum biðja saman. Ég ætla að biðja með þér bæn. Og ég bið þig sem að réttur upp hönd að biðja með mér. Og við skulum bara biðja öll saman. Segja, Drotti Jesús, ég kem fram fyrir þig. Ég syndur. Ég hef gert ranga hluti. En ég þarf á þér að halda. Og ég kem fram fyrir þig og opna hjarta mitt, opna líf mitt fyrir þér. Kom þú inn í líf mitt. Kom þú með reglu inn í líf mitt. Sópaðu út í slæma og endurreistu mig. Ég játa með munni mínum. Jesús drottinn og ég trúi hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og þú lifir í dag og ég tek afstöðu í dag að trúa á þig. Ég ætla að fylgja þér þar sem að eftir Þú ert minn drottinn, þú ert leiðtogi minn og ég tilheyri þér. Ég sonur þinn og ég dóttir þinn. Tilheyri þinni fjölskyldu, Jesús. Halleluja, takk Jesús að þú dóst fyrir mig á krossinum og þú hreinsar syndi mínar og ég er hreinn og hrein fram fyrir þér.
Halleluja, í Jesú nafni. Amen. Amen. Gefið gott klapp. Halleluja. Vitið, þetta það besta sem við getum gert. Besta ákvörðun sem við getum tekið í lífinu, að fylgja Jesú. Gera hann að drottni og leiðtoga lífs okkar. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Og ég heyri ykkur segja halleluja. Hrópum til hans, lofum hans nafn. Jesus, við lofum þig. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. 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 Við ætlum að halleluja. Það eru einstaklingar hér inni. Það eru einstaklingar hér inni sem vilja taka nýtt skref og trúgöngu sinni. Halleluja. Það eru einstaklingar hér sem vilja taka nýtt trúarskref á sinni göngu. Og það taka skýrn. Að skýrast. Og veitir, þetta yndislegt að taka skýrn. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá skýrninni. Ég ætla að byrja að lesa úr Mattheusar Guðspjalli. 27. kafla, vers 69 og áfram. Og það sem að gerast þarna er að það er búið að taka Jesús höndum. Það er búið að taka hann höndum, það er búið að hafa verið að yfirheyra hann. Og þetta er kvöldið ára hann er krossfestur. Það er verið að yfirheyra hann. Og Pétur sem var lærisveinn hans, hann hafði fylgt á eftir þegar þeir tóku Jesú. Hann hafði fylgt á eftir og þegar það verið að yfirheyra hann Jesú, þá stendur Pétur í garðinum þar sem það er verið að yfirheyra hann og hann fylgist með. Það segir Pétur satt út í garðinum og þar kom að honum þernæinn og sagði: Þú varst líka með Jesú frá Galileu. Og því neitaði hann svo allir heyrðu. Og hann sagði: Ekki veit ég hvað þú ert að fara. Nei, ég fylgi ekki honum, ég veit ekki hver hann er. Pétur stóð fyrir utan og fylgdist með í fjarska. Nei, ég er ekki einn af þeim sem að fylgja honum. Fylgdist með í fjarska og þóttist ekki þekkja Jesú. Hann var ekki einn af þessum lærisveinum. Svo líður tíminn og svo segir frá því í Postulasögunni, öðrum kafla á versi 14, að þá steig Pétur, þessi sami Pétur, og hafði sagt: Nei, ég þekki hann ekki. Þá steig Pétur fram, hóf upp röst sína og mælti til þeirra: Gyðingar og allir Jerúsalembúar, þetta skuluð þið vita, ljáið eyru orðum mínum. Og hann byrjar að predika fagnaðarerindið Jesú. Hann byrjar að predika þann sama Jesú og hann afneitaði þrisvar, ekki fyrir svo löngu áður. Hvað hafði gerst? Vitið þið, hann fór af þeim stað að vera áhorfandi, þar sem hann stóð í fjarska og gat afneitað Jesú. Hann fór af þeim stað að vera áhorfandi yfir á þann stað að vera fylgjandi Jesú. Allt í einu þarna stóð hann frammi fyrir 1000 manna og hann skammaði sín ekki fyrir afstöðu sína. Að hann elskaði Jesú og hann fylgdi honum. Og það er það sem við gerum þegar við tökum skýrn. Að við tökum stöðu með Jesú. Við erum ekki lengur bara áhorfandi sem að fylgist með úr fjarska, sem getur sagt: Nei, ég þekki hann ekki ef það hendar. Og við stöndum með Jesú. Við skömmumst okkar ekki fyrir trú okkar. Við skömmumst okkar ekki fyrir Jesú. Hann er drottinn í líf okkar. Hann er frelsar okkar. Hann er leiðtogi okkar. Og við tökum þessa stöðu og segjum opinberlega: Ég fylgi honum. Og það er fólk hér inni sem ætlar að taka þetta skref, að segja opinberlega: Ég fylgi honum. Ef þið skýrnin, hún er ekki bara athöfn þess að við játum opinberlega trú okkar. Hún er líka táknmynd upp á dauða og upprisu Jesú. Dauðan og upprisuna sem að fór í gegnum fyrir mig og þig. Hún er táknmynd upp á það að við skiljum gamla mannin okkar eftir og rísum upp sem nýr maður, sem nýir einstaklingar. Það segir í Rómarbréfinu 7. kafla á versi 4: Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi.
Þannig að skírnin mynd upp á við deyjum okkar gamla manni, skiljum syndina eftir ofan í vatninu og rísum upp sem nýr maður. Síðara Korinthubréf 5:17 segir, ef einhver í Kristi, hann orðið nýr maður, hið liðna var að engu, nýtt orðið til. Þannig við rísum upp sem nýr maður, skiljum gamla mannin eftir. Amen. Og það einstaklingar hér sem vilja taka þetta skref. En vitið þið, ef að þú hefur verið að hugsa á ég að taka skírn eða á ég ekki að taka skírn, þá tækifæri fyrir þig í dag. Vitið þið, það engar reglur sem segja að þú verður að hafa haft trú á Jesú í mánuði eða ár. Það engar reglur sem segja til að þú verður að hafa verið í kirkju svo lengi. Við getum tekið skírn leið og við tökum trú á hann. Það segir í Postulasögunni 16. kafla vers 29 og þarna kemur fangavörður. Pétur og Sílas hafðu verið í fangelsi og þeir báðu og Guð hristi staðinn og fjötrarnir urðu lausir að brotnuðu og allar dyrt fangelsisins opnuðust og allir fangarnir urðu frjálsir. Og fangavörðurinn hann var óttasleginn og það segir að hann bað ljós, stökk inn og féll óttasleginn til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gera til að vera hólpinn? Hvað á ég að gera til að vera hólpinn? En þeir sögðu, trú þú á Drottinn Jesú og þú munt hólpinn verða og heimilið þitt. Trú þú á Drottinn Jesú og þú munt verða hólpinn. Síðan segir, og þeir fluttu honum orð Drottins og öllum á heimili hans. Samstundis tók fangavörðurinn þá með sér nóttina, laugaði meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skírður og allt hans fólk. Vitið, hann tók ákvörðun strax. Hann tók trú á Drottinn og hann tók ákvörðun að skírast. Þú þarft ekki að hafa trúa lengi. Þú þarft ekki að hugsa málið í langan tíma. Þú þarft ekki að biðja fyrir því á ég þetta eitthvað sem ég á að gera eða ekki. Þetta ætti að vera næsta eðlilega skref á trúargöngu okkar. Að taka skírn, að standa með Jesú og segja opinberlega ég ætla að fylgja honum. Þannig ef þú vilt taka þetta skref í kvöld, þá tækifærið fyrir þig. Við erum með auka bóli, auka stuttbuxur ef þú vilt taka þetta skref. Ekki óttast það. Ef þú trúir á hann, þá ættu að geta staðið með honum og ekki skammast okkar. Þetta yndisleg stund, yndislegt og við skulum bara koma öll saman í kringum skírnarlaugina. Við skulum vera í bæn, biðja fyrir þeir sem að taka þetta skref. Ef við fáum orð til þeirra, þeir koma upp úr lauginni, gefið þeim orðið og biðja með þeim. Halleluja. Og þeir sem að ætla að fara onni og taka þetta skref með að gera sér tilbúna og koma inn í laugina. Við ætlum að lofa Guð áfram á meðan þessi athöfn Halleluja. Og ef þú vilt taka þetta skref, þá tækifæri núna. Amen. Við skulum samt beina sjónum okkar í lóðgjörð líka. Takk Jesús, Drottinn Guð. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin þinn, enginn hér. Drottinn Guð, Drottinn Guð minn, hér ég,
skiptum föt og að koma hana, við skulum hingra eftir henni. Halleluja. Halleluja. Þetta yndisleg stund. Yndislegt skref að taka. Að standa hér og opinberlega segja ég ætla að fylgja þér, Jesús. Ég vitna við, veist. Halleluja. 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 Og endilega verið í bæn. Endilega verið í bæn. Við þurfum að biðja fyrir þessum einstaklingum sem að taka það skref. Höldum þeim upp í bæn okkar. Og ef þið fáið orð til þeirra, komum með það til þeirra. Uppbörum við þau, elskum þau, umvefjum þau og hvetjum þau áfram. Halleluja. Amen. Halleluja, Jesús. Drottning Guð, ég bara þakka fyrir þessa einstaklinga sem bara taka þetta skref í dag, Drottning Guð. Ég bara legg þau í þínar hendur, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir að þú ert með þeim, Drottinn. Þú býrð í hjörtum þeirra, Drottinn. Og alveg sama hvað þau ganga í gegnum í lífinu, þá ert þú með þeim. Þó þau gangi í gegnum myrkasta myrkur sem til þá ert þú með þeim. Þegar stormurum blæs, þá ert það þú sem gefur þeim frið. Halleluja, Jesús, halleluja. Takk, Drottinn Guð, og ég bara legg þau í þínar hendur, heilagi Faðir. Biðjum að vera með þeim, Drottinn Guð, að umvefja þau, halda utan þau, fylla þau þínum kærleika, Drottinn Guð, gefa þeim kraft og styrk, Drottinn Guð, til að halda áfram göngunni sinni með þér, Faðir. Að þú takir þau nýja leið, Drottinn Guð, að þú takir í ævintýra göngu með þér, Drottinn Guð. Takk, Jesús, halleluja, 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 amen.